Erum við byrjað að loka aftur það? Nei, ég bara... Já, komið sæl, ég á afmæli og hann átti afmæli daginn. Við ætlum að segja ykkur sögu. Sagan sem við ætlum að segja ykkur, það sagan á bakvið þetta lag hérna. Já, komið sæl, kæra áhörundur. Í dag eru tímamót. Þetta var alltaf nett intro hjá það, svona koma með kaffibollan og svona hæ. Það er komið 1,5 ár síðan við postuðum síðast vloggi hérna. Pældi ég svona, eða þú veist, ef við postum þessu, fólk er svona, hvar eru búin að vera? Ég komi fokkið mikið skegg og þú ert allur út í kók merch. Já, verið velkomin, kæra áhörundur. Ég hef ekki séð ykkur 1,5 ár. Nei, þau hafa ekki séð þig 1,5 ár. Já, ég hef búin að sakna ykkur, sérstaklega mikið. Sérstaklega þú þarna í kommentu nr. 3. Þetta er líka í búið Pepsi Max, Lime og Coke. Við erum svolítið að spila báðum megin. Það byrjar svo þannig, ég er í vinnunni hjá mér og það er einhver að syngja lagið einhver staðar, einhver tíma aftur. Og ég heyri það og ég er bara, hei, það væri kannski cool að remixa þetta. Þegar ég er búinn að downloada YouTube, þá einangra ég vókalinn og fer með í FL Studio og byrja að lúpa sko, ég saknaði þín bara sagt svona ótrúlega oft og það er einn svona djúprödd og einn svona hárödd sem eru svona að dansa. Þetta er original söngari? Já, þetta er original söngari frá hérna, þetta er 40 ára gamalt lag. Svo fer ég með þetta linga og það er í apríl. Ég strax fílaði bassalínuna. Sko það fyndna sko, ég er oft þekktur fyrir að vera með bassalínur og allir eitthvað Gunninginu bassan. Gunninginu bassan. Gunninginu bassan. Góð tilbreyting að þú komst með bassa til mín. Bassalín, ég fíla. Bætti ég við bara með einhverjum sem er í syndabössum. Og snerinn. Þetta er í 100 BPM, 100 slög mínútu. Svo bætti ég við hérna svona synth. Og við erum að heyra það, þetta er mjög gott sem Ingi bætti við. Með bassanum. Já, svo er einhver auka gæri hérna. Ég ætla að heyra þessa gæði undir. Herðu, ekki að fylla þessi úti, sko, það er vinstra hægra megin. Svo var ég bara ekki að ok, ég ætla að prófa að syngja þetta bara inn. Þú veist, basically bara til að sjá hvernig þetta væri. Einhver staðar, einhver tíman aftur liggur leið þínum veginn til mín og þú segir, ég saknaði þín. Ég saknaði þín. Einhver staðar, einhver tíman aftur. Ok, þannig að við vorum, þannig að svo erum við bara svona, herri, búum bara til lag í kringum þetta. Já. Frekar heldur en að remixa það, sem er miklu erfiðara, sko. Já. Fyrsta lagið þarf þetta vocals, þarf að fá samþykki frá útgefanda. Já. Og alls konar kjaftaði. Þetta er raun og veru bara okkar eigin útgáfa af laginu. Já. Af því við bættum við okkar eigin versi. Já, það brýtir svolítið upp á þetta, sko. Já. Við vorum svolítið að búa til sögu. Já, sögu. Svona semi. Já. Ég saknaði þín þegar ég sá þig í krónunni. Við sögum gamlu súlmarkinn í körfunni. Labbandum í 66 húsbrunni sem ég gaf þér, við vitum það alveg. Fyndnaði, sko, þetta er allt satt. Nei, fyndnaði við þetta er það að ég var með, sko, krónupoka með mér, sem ég tek alltaf með mér, og hann láði þarna í sófanum. Og þú varst eitthvað, herru, við þurfum vers. Svo varst eitthvað, ok, hann er að segja ég saknaði þín, þá fyrir við bara ég saknaði þín. Svo leistu svona á krónupokan, þegar ég sá því krónunni. Og ég var bara eitthvað, já, og hérna, þetta er svo mikið bull þetta vers, sko, en það er skemmtilegt bull. Já, ég fíla það, sko. Þetta er náttúrulega ekki bull, þetta er satt allt, sko. En síðan vorum við komin í svo rosalega mikið galsa að við ákváðum að vitna í fullt af Friðrik Dólu. Ég er að hlusta á Frigga, hugsa tilbaka að þegar við stóðum hlið við hlið, við vorum með þetta og dansum eins og háletar. Ég hata að hafa þig ekki hér. Þetta er allt bara úr lögunum hans Frigga. Við fórum líka bara á Spotify og bara svona, hvað heita þessi lög? Við getum sagt hérna, ég hata að hafa þig ekki hér.
svo var Stefán ekki alveg til í eitt Í endan. Ég elska að koma með sóló. Hann er að gera svona Fyrst þegar ég heyrði þetta sóló var ég bara eitthvað úff. Fyrst þegar ég heyrði nei varstu líka úff og fyrst þegar ég heyrði upp til hópa varstu líka úff. Pældi því, höfum við talað það? Jú, Stefáni fannst nei ekki skemmtilegt lag kvöldi áður en að við gáum út og ég var bara, fuck, ok, er þetta bara leiðilegt lag? Upp til hópa, hann bara, ég fíl ekki hérna kafla hérna, vinir mínir eru góðir, já, upp til hópa. Og finnaði sko Lalli líka, sem er hinn besti vinur minn, hann sagði mér líka að upp til hópa var allt og hart og gerði nýja útgáfa, ég þarf alveg að finna hann einhvers staðar, sem var gerðið svona söngútgáfa. Sóló. Herri, já, þetta er svona sagan á bak við lagið, Ok, sko, en sagan er ekki búin. Fólk hefur ekkert, já, Myndbandið við lagið er hérna er búið til af gervigreindinni Dolly 2 frá OpenAI. gervigreind, basically. Já. Heldur að fólk viti hvað það er? Gervigreind. Það er tölva sem býr til Það er tölva sem teiknaði myndirnar. Þannig að þá er þið komið söguna bak við lagið. Já, og hérna, við hvetjum alla til að fara hérna í description. Takk kærlega fyrir áhorfið. Munið að kommenta, deila, likea, subscriba. Við stildi að við séum að segja þetta. Já, ég Og fyrst og fremst, munið að skrifa undir. Já, og hafa gaman. Munið að hafa gaman. Ekki gleyma okkur. Ekki gleyma að hafa gaman. Já. Ok, gaman að vlogga. Stemning, mér er bara að rúna bara á hottext þar og